Gagnaverin þó það nú væri aldeilis sko. Þetta snilldar lausn á því að fá bara auknar gjaldeyristekjur inn í landið. Algjörlega. Það var svo skrítin umræða alltaf Gagnaverin. Það var alltaf talað Gagnaverin eins og það væri rosalega neikvætt að það væri ekki störf þar. Já, nei, það var alltaf talað sko að þetta svo bara fyrir Bitcoin. Já. Sem sko núna náttúrulega fer eiginlega ekkert af þessu í rafmyntagröft yfir höfuð, en þegar það fór einhver smá hluti í rafmyntagröft, þá var það aðalega sko, afgangsorkan sko. Orka sem hefði annars bara það voru einhver afföllana í COVID sem voru gerðir mér minnir að það hefur sérsamningar í COVID sem voru gerðir sem var bara mjög skynsamlegt sko. Þá vorum við einmitt að nota orkuna og fá þó einhverjar útflutningstekjur fyrir hana sko, í staðin fyrir að þetta rinni bara óvirkjandi sjávar sko. Þannig að það var líka góð stefna sko. Þurfum við ekki að auka á þetta því að núna hefur til með samtökuðinaðarins bent á það að hugverkaðinaðurinn hefur vaxið úr 150 í 300 milljarðar bara á örskömmum tíma og mun koma til með að verða 900 milljarðar áður en langt og líður. Árið 2029 held ég, 2030 sem hann verður þá árið 900 milljarðar. Þú ert að fara að standa undir því að þetta getur orðið að veruleika það ekki, með gagnaversvinnslu og fleira. Jú, við erum að horfa sérstaklega til þess og þetta það sem við finnum líka þegar við tölum við fjárfesta og sendur hópur út til Bandaríkjanna að tala við gervigreindar fyrirtæki og svoleiðis. Og þetta það sem helst hefur hamlað í að þessi fyrirtæki leitinga, að það ekki fyrirsjáanleiki orkuöflun á komandi árum og einmitt þess vegna erum við að binda það í raforkulög að það sé mótuð orkuöflunarstefna með tölulegum markmiðum og rammaáætlunarferlið sé svo beintengt við hana. Þannig að stjórnvöld hafi bara skýran orkuöflunar vilja sem stjórnsýslan vinnur svo eftir.